Sonur Grundarfjarðar, Lúðvík, alþýðulistamaður, kominn heim með list sína. Ætti ekki að fara fram hjá neinum þegar keyrt um bæinn, enda falleg og fjölbreytt verk farin að skjóta upp kollinum víða. Við kíktum á kappann. Ef við byrja alveg á byrjuninni, Lúðvík. Hver Lúðvík? Lúðvík Karlsson fæddur hér í snarbrjáluðu veðri 21. janúar 1957 í Grundarfirði. Sem sagt í fæðingarvottorðinu stendur fæddur á Grafarnesi við Grundarfjörð og í dag eru ekki margir Grundfirðingar sem státa af því að vera fæddir á Grafarnesi. Og ég hef gjarnan haft það svona fyrir sig ef að samþorparar mínir að rífa sig og þá segi ég hvað vilt þú upp á dekk Hólmarðinn? Já, þeir eru allir fæddir í Stykkishólmi og þá yfirleitt þagnaður. Svo brástu þér nú eitthvað að bæja, eða ekki? Jó, ég lagði með aðeins í 36 ár og svo bara einn daginn þá vaknaði ég hér og mér líður bara eins og ég hef aldrei farið. Nema þá að prakkarastrikinn og strákskapurinn hér að baki og vonandi maður að bera eitthvað gott inn í samfélagið aftur. Komið virðumaður listamaður tilbaka? Ég kannski ekki sé að virðulegu listamaður, því ég kalla mig ekki listamann, heldur alþýðulistamann og vil skilja mjög vel þar á milli. Já, hver munurinn? Munurinn sá að alþýðulistamaður bara venjulegu maður sem tekur sér eitthvað í hendur og býr eitthvað til. Fylgir engu reglum. Það bara ein regla í gangi hjá mér og hún svo að það engin regla. Það allt leyfilegt og ég má það vegna þess að ég hef eitthvað menntun og það ekkert að gagnrýna verkið mín vegna þess að ég veit ekkert hvað ég að gera. Og líka hef ekki þegið opinbera styrki frá ríki og til þess að menntast. Þannig að það getur ekki krítisera verkið mín. Ég gæti þess alltaf mjög vel í öllu verkum sem ég geri að gera ekkert sem særir. Ég er ekki reiður alþýðulistamaður. Ég geri frekar, og ef það er eitthvað sem er að koma fram þá reyni ég að sveigja hjá því vegna þess að mér finnst engin ástæða til þess að vera með reiða alþýðulist. Alþýðulist eitthvað sem hefur vaxið með samfélagunum alveg frá hellamálverkunum og upp til dagsins í dag og hún getur líka alveg verið bara þess að búið til vettlinga. Prjóna lopapeysu. Byggja sér fallegan hlaðinn vegg. Allt alþýðulist sem að snýst að netjum. Og síðan kemur umframtími hjá mannkyninu og hann fer að búa til eitthvað sem í huganum. Og sumir eru ruglaðir en aðrir og þeir fara kannski út í þetta, en ég flokka þetta sem alþýðulist. En hvaðan kemur þessi sköpunarkraftur? Hann komi bara ekki úr þessu óþoli að geta aldrei setið kyrr og gert, ég verð alltaf að vera að gera eitthvað, verð alltaf að vera með eitthvað í höndunum. Varstu ekki kallaður eitthvað hérna á yngri árum? Jú, og þetta sem hefur fylgt mér alveg frá því ég var barn, að ég var alveg ótrúlega uppátækjasamur og kannski svolítið erfiður, en alls staðar sem ég kom, þar var ég látin hafa eitthvað í hendurnar og gekk lengi vel undir nafninu Hvíti stormsveipurinn, því ef ég kom einhvers staðar inn, þá lá ekkert eftir óhreyft ef ég var ekki látin hafa eitthvað að gera. Þannig að samfélag hefur verið tilbúið við dyrnar eitthvað hérna? Já, það til ansi, ég man eftir núna ein skemmtileg góð saga. Ég kom nú einu sinni hérna inn í hús hérna upp á Sólvöllum og það var rok úti, hurðin var lokuð og ég sá lúgu og opnaði hana, leið kemur eigandinn inn og opnar hurðina, þetta var þá strompurinn og húsið var allt svart. Og ég held að mamma hafi verið í viku að nutta mig upp úr smjörlíki til þess að ná að mig litum. En alla tíð síðan kallaði húsfreyja mig litli sótarinn sinn, henni þótti bara vænt þetta. Ég kom hérna upp á Elliheimili fyrir, held ég að það verið 10 árum síðan og hitt hana þar og leið og ég birtist þá kallar hann, nei, það ekki litli sótarinn minn? Þú farið hérna ferðamenn til þín? Já, það kemur nánast á hverjum degi einhver hérna inn.
mjög mikið hérna, eða oftast kemur einhver á milli 5 og 8, þá eru fólk komið hérna á gistiheimilinu og er að labba og rekst á mig hérna. Ég hefur reyndar ekki verið mjög duglegur að koma mér á framfæri, kannski á hógvær, ég veit það ekki, en er ekki alltaf betra feti.